Postulasagan 5. kafli. En maður nokkur Ananías að nafni seldi ásamt Saffíru konu sinni eign og dró undan af verðinu með vitund konu sinnar, en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. En Pétur mælti: Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilugum anda og dróst undan af verði lands þíns? Var landið ekki þitt meðan þú áttir það og var ekki andverðið þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæma slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta, féll hann niður og gaf upp öndina og miklum ótta sló á alla þá sem heyrðu. En ungu mennirnir stóðu upp og bjuggu hann, báru hann út og jörðuðu. Að liðnum svo sem 3 stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafði borið. Þá spurði Pétur hana: Segðu mér, seldu þið jörðina fyrir þetta verð? En hún svaraði: Já, fyrir þetta verð. Pétur mælti þó við hana: Hvernig gátu þið orðið samþykkt að freista anda drottins? Þú heyrir við dyrnar fótatak þeirra sem greftruðu manninn. Þeir munu bera þig út. Jafnskjótt féll hún niður við fætur hans og gaf upp öndina. Ungu mennirnir komu inn, fundu hana dauða, báru út og jörðuðu hjá manni hennar. Og miklum ótta sló á allan söfnuðinn og alla sem heyrðu þetta. Fyrir hendur postulana gjörðust mörg tákn og undur meðal liðsins. Allur söfnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salómons. Engir aðrir þorðu að samlegast þeim, en fólk virti þá mikils, og enn fleiri urðu þeir sem trúðu á drottin, fjöldi karla og kvenna. Menn báru jafnvel sjúka út á strætun og lögðu þá á rekkjur og börur, verða mætti Pétur gengi hjá, að alltént skugginn af honum félli á einhver þeirra. Einnig kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerúsalem og fluttu með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum. Þeir læknuðust allir. Þá hófst æðstipresturinn handa og allur sá flokkur sem fylgdi honum, saddúkearnir. Fullir ofsa létu þeir taka postulana höndum og varpa í fangelsið. En engill drottins opnaði nóttina dyr fangelsisins, leiddi það út og sagði: Farið og gangi fram í helgidóminum og talið til liðsins öll þessi lífsins orð. Þeir hlýddu og fóru í dögun í helgidómin og kenndu. Nú kom æðstipresturinn og hans menn, kölluðu saman ráðið, alla öldunga Ísraels og sendu þjóna til fangelsisins að sækja postulana. Þeir komu í fangelsið og fundu þó ekki, snéru aftur og skýrðu svo frá. Fangelsið fundum vér að öllu tryggilega læst og varðmennirnir stóðu fyrir dyrum, en vér lukum upp, fundum vér engan inni. Þegar varðfóringi helgidómsins og æðstu prestarnir heyrðu þetta, urðu þeir ráðþrota og spurðu hvar þetta ætlaði að lenda. En þá kom maður og bar þeim þessa frétt: Mennirnir sem þér settuð í fangelsi standa í helgidóminum og að kenna lýðnum. Þá fór varðfóringinn með þjónunum og sótti þá, beittu þeir samt ekki ofbeldi því þeir óttuðust að fólki grýtti þá. Þegar þeir voru komni með þá, leiddu þeir þá fram fyrir ráðið og æðstu presturinn tók að yfirheyra þá og sagði: Stranglega bönnuðum vér yður að kenna í þessu nafni og nú hafið þér fyllt Jerúsalem með kenningu yðar og viljið steypa yfir oss blóði þessa manns. En Pétur og hinir postularnir svöruðu: Framar ber oss að hlýða Guði en mönnum. Guð feðra vorra hefur vakið upp Jesús sem þér hengduð á tré og tókuð af lífi. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringja og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Vér erum vottar alls þessa og heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim honum hlýða. Þegar þeir heyrðu þetta fylltust þeir bræði og hugðust deyða þá. Reis þá upp í ráðinu faríseus nokkur, Gamalíel að nafni, kennari í lögmálinu, virtur af öllum lýð. Hann bauð að mennirnir væru látnir fara út stundakorn. Síðan sagði hann: Ísraelsmenn, athugið vel hvað þér gjörið við þessa menn. Ekki alls fyrir löngu kom Þvetas fram og þóttist vera eitthvað. Hann aðfylltust 400 manns, en hann var drepinn og allir þeir sem fylgdu honum tvístruðust og hurfu. Eftir hann kom fram Júdas frá Galíleu á dögum skrásetningarinnar og sneri fólki til fylgis við sig. Hann fórst líka og þeir dreifðust allir sem fylgdu honum. Og nú segi ég yður: Látið þessa menn eiga sig og sleppið þeim. Sé þetta ráðið að verk frá mönnum verður það að engu, en sé það frá Guði, þá megnið þér ekki að yfirbuga þá.
Eigi má það verða að þér berjist við sjálfan Guð. Þeir féllust á málans, kölluðu á postulana, húðstrýktu þá, fyrirbuðu þeim að tala í Jesú nafni og létu þá síðan lausa. Þeir fóru burt frá ráðinu glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesú. Létu þeir eigi af að kenna dag hvern í helgidóminum og í heimahúsum og boða fagnaðarerindið að Jesú sé Kristur. Postulasagan 7. kafli. Á þessum dögum að lærisveinum fjölgaði, fóru grískumælandi menn að kvart út af því að hebreiskir settu ekkjur þeirra hjá við daglega úthlutun. Hinir 12 kölluðu þá lærisveinahópinn saman og sögðu: Ekki hæfir að ég hverfum frá boðun Guðs orðs til þess að þjóna fyrir borðum. Finnið því bræður 7 velkynta menn úr yðar hópi sem fullir eru anda og visku. Munum við setja þá yfir þetta starf, en við munum helga á spæninni og þjónustu orðsins. Öll samkoman gerði góðan róm að máli þeirra og kusu þeir Stefán, mann fullan af trú og heilugum anda, Filippus, Prókoros, Nikanor, Tímon, Parmenas og Nikolás frá Antíókíu sem tekið hafði gyðingatrú. Þeir leiddu þá fram fyrir postulana sem báðust fyrir og lögðu hendur yfir þá. Orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna. Stefán var fullur af náð og krafti og gjörði undur og tákn mikil meðal fólksins. Og þá koma til nokkri menn úr svonefndri leysingjarsamkundu. Þeir voru frá Kýreneu og Alexandríu, en aðrir frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staðið gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja: Vér höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Móse og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittust á honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leiddu þeir fram ljúfvottaðir sögðu: Þessi maður alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Vér höfum heyrt hann segja að þessi Jesú frá Nasaret muni brjóta niður musterið og breyta þeim siðum sem Móse hefur sett oss. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem engils ásjóna. Postulasagan 7. kafli. Þá spurði æðsti presturinn: Er þessu svo farið? Stefán svaraði: Heyrið mig bræður og feður. Guð dýrðarinnar birtist föður vorum Abraham hann enn var í Mesópótamíu áður en hann settist að í Haran. Og hann sagði við hann: Far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu til landsins sem ég mun vísa þér á. Og þá fór hann burt úr Kaldealandi og settist að í Haran. En eftir lát föður hans leiddi Guð hann þaðan til þessa land sem þér nú byggið. Ekki gaf hann honum óðal hér, ekki eitt fótmál. En hann hét honum að gefa honum landið til eignar og niðjum hans eftir hann, þótt hann væri enn barnlaus. Guð sagði að niðjar hans myndu búa sem útlendingar í ókunnu landi og verða þjáðir og þrælkaðir í 400 ár. En þjóðina sem þrælkar þá mun ég dæma, sagði Guð, og eftir það munu þeir fara þaðan og þjóna mér á þessum stað. Þá gaf hann honum sáttmála umskurnarinnar. Síðan gat Abraham Ísak og umskar hann á 8. degi og Ísak gat Jakob og Jakob ættfeðurna 12. Og ættfeðurnir öfunduðu Jósef og seldu hann til Egyptalands, en Guð var með honum, frelsaði hann úr öllum þrengingum hans og veitti honum hylli og visku í augum Faraós, Egyptalands konungs, svo hann skipaði hann höfðingi yfir Egyptalandi og yfir allt sitt hús. Nú kom hallari á öllu Egyptalandi og Kanaan og mikil þrenging, og feður vorir höfðu ekki lífsbjörg. En Jakob heyrði að kord væri til á Egyptalandi, sendi hann feður voru að þangað hið fyrra sinn, og í síðara skiptið gaf Jósef sig fram við bræður sína og Faraó var kunn ætt Jósefs. En Jósef sendi eftir Jakobi föður sínum og öllu ættfólki sínu 75 manns, og Jakob fór suður til Egyptalands. Þar andaðist hann og feður vorir. Þeir voru fluttir til Síkem og lagðir í grafreitin Abraham hafði keypt fyrir silfur af sonum Hemors í Síkem. Og nú tók að nálgast á tími ræta skildi fyrirheiti sem Guð hafði gefið Abraham. Fólkið hafði vaxið og margfaldast í Egyptalandi. Þá hófst til ríkis þar annar konungur eigi vissi skyn á Jósef. Hann beitti kynvort slægð og lék feður vora illa.
Hann lét þá bera út unga börn sín til þess að þjóðin skyldi eigi lífi halda. Þessar mundir fæddist Móse og var forkunnarfríður. 3 mánuði var hann fóstraður í húsi föður síns. En hann var borinn út, tók dóttir faraós hann og fóstraði sem sinn son. Móse var fræddur í allri speki Egypta og hann var máttugur í orðum sínum og verkum. Þegar hann var fertugur að aldri kom honum í hug að vitja bræðra sinna Ísraelsmanna. Hann sá einn að verða fyrir ójöfniði og rétti hann hlut hans, hefndi þess sem meingjörðina þoldi og drap Egyptan. Hann hugði að bræður hans myndu skilja að Guð ætlaði að nota hann til að bjarga þeim, en þeir skildu það ekki. Næsta dag kom hann að 2 þeirra sem slógust. Hann reyndi að stilla til friðar með þeim og sagði: Góðir menn, þið eru bræður, hví eigist þið illt við? En sá sem beitti náunga sinn órétti hratt honum frá sér og sagði: Hver skipaði þig höfðingja og dómar yfir okkur? Þú munt þó ekki vilja drepa mig eins og þú drafst Egyptan í gær. Við þessi orð flýði Móse og settist að sem útlendingur í Mídíanslandi. Þar gat hann 2 sonu. Að 40 árum liðnum birtist honum engill í eyðimörk Sínaífjalls í logandi þyrnirunna. Móse undraði sýnina, gekk nær og vildi hyggja að. Þá hljómaði rödd drottins: Ég Guð feðra þinna, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. En Móse skelfdist og þorði ekki að hyggja frekar að. En drottinn sagði við hann: Leysa þér skó þína, því að staðurinn sem þú stendur á heilug jörð. Ég hef sannarlega séð áþjón lífs míns á Egyptalandi og heyrt andvörp þeirra og ofan kominn til að frelsa þá. Kom nú, ég vil senda þig til Egyptalands. Þennan Móse þeir afneituð með því að segja: Hver skipaði þig höfðingja og dómara? Hann sendi Guð sem höfðingja og lausnara með fulltingi engilsins honum birtist í þyrnirönnunum. Það var Móse sem leiddi það út og gjörði undur og tákn á Egyptalandi, í Rauðahafinu og á eyðimörkinni í 40 ár. Þessi sá Móse sem sagði við Ísraelsmenn: Spámann eins og mig mun Guð uppvekja yður einn af bræðrum yðar. Hann sá sem var í söfnuðinum í eyðimörkinni með englinum við hann talaði á Sínaífjalli og var með feðrum vorum. Hann tók á móti lifandi orðum að gefa oss. Eigi vildu feður voru hlýðnast honum, heldur hrundu honum frá sér og þráði í hjörtum sínum Egyptaland. Þeir sögðu við Aron: Gjör oss Guði fyrir oss fari, því að ekki vitum mér hvað orðið af Móse þeim sem leiddi oss brott af Egyptalandi. Og á þeim dögum smíðuðu þeir kálf, færðu skurgóðinu fórn og kættust af verki handa sinna. En Guð sneri sér frá þeim og lét þeim eftir að dýrka her himinsins eins og ritaðir í spámannsbókinni. Hvort færðu þér mér Ísraels ætt, sláturdýr og fórnir árin 40 í eyðimörkinni? Nei, þér báruð búð Móloks og stjörnu Guðsins refansmyndirnar sem þér smíðuðu til þess að tilbiðja þær. Ég mun herleiða yður austur fyrir Babylon. Vitnisburða tjaldbúðuna höfðu feður vorir í eyðimörkinni. Hún var gjörð eins og sá bauð við Móse mælti eftir þeirri fyrirmynd sem Móse sá. Við henni tóku og feður vorir, fluttu hana með Jósó inn í landið sem þeir tóku til eignar af heiðingjunum Guð rak brott undan þeim. Svo stóð allt til daga Davíðs. Hann fann náð hjá Guði og baða hann mætti finna bústað fyrir Jakobs Guð. En Salómon reist honum hús. En eigi býr hinn hæsti í því sem með höndum gjört. Spámaðurinn segir: Himinin hásæti mitt og jörðin skör fóta minna. Hvaða hús munið þér reisa mér, segir drottinn, eða hver hvíldarstaður minn? Hefur ekki hönd mín skapað allt þetta? Þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum, þér standið ávallt gegn heilögum anda, þér eins og feður yðar. Hver var svo spámaður sem feður yðar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá boðuðu fyrirfram komu hins réttláta, og nú hafið þér svikið hann og myrt, þér sem lögmáli fengu fyrir umsýslan engla, en hafið þó eigi haldið það. Þegar þeir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnístu tönnum gegn honum, en hann horfði til himins, fullur af heilögum anda, og leit dýr Guðs og Jesú standa til hægri handar Guði, og sagði: Ég sé himnana opna og mannssoninn standa til hægri handar Guði. Þá æptu þeir hástöfum:
héldu fyrir eyrun og réðust á honum allir sem einn maður. Þeir hröktu hann út úr borginu og tóku að grýta hann, en vottarnir lögðu yfirhafnir sínar að fótum ungum manni Sál hét. Þannig grýttu þeir Stefán, en hann ákallaði Drottinn og sagði: Drottinn Jesús, meðtak þú anda minn. Síðan féll hann á kné og hrópaði hárri röddu: Drottinn, láta á ekki gjalda þessara syndar. Þegar hann hafði þetta mælt, sofnaði hann. Postulasagan 8. kafli. Sál lét sér vel líka líflát hans. Á þeim degi hófst mikil ofsókn gegn söfnuðinum í Jerúsalem. Allir dreifðust út byggðir í Júdeu og Samaríu nema postularnir. Guðreknir menn greftruðu Stefán og hafðu sorgarathöfn mikla. En Sál gerði sér allt far að uppræta söfnuðinn. Hann óði inn í hvert hús, dróðaði hann bæði karla og konur og lét setja í varðhald. Þeir sem dreifst höfðu fóru víðsvegar og fluttu fagnaðarerindið. Filippus fór norður til höfuðborgar Samaríu og predikaði Krist þar. Menn hlýtu með athygli á orð Filippusar þegar þeir heyrðu hann tala og sáu táknin sem hann gjörði. Margir höfðu óhreinan anda og fóru þeir út af þeim með ópi miklu, og margir lamamenn og haltir voru læknaðir. Mikill fögnuður varð í þeirri borg. Maður nokkur Símon að nafni var fyrir í borginni. Hann lagði stund á töfra og vakti hrifningu fólksins í Samaríu. Hann þóttist vera næsta mikill. Allir flykktust til hans háir og lágir og sögðu: Þessi maður kraftur Guðs, sá hinn mikli. En því flykktust mennum hann og hann hafi lengi heillað þá með töfrum. Nú trúðu menn Filippusi þegar hann flutti fagnaðarerindið Guðs ríki og nafn Jesú Krist og létu skýrast bæði karlar og konur. Meira að segja Símon tók trú. Hann var skýrður og gjörðist mjög fylgisami Filippusi, og hann sá tákn og mikil kraftaverk gjörast, var hann frá sér numinn. Þegar postularnir í Jerúsalem heyrðu að Samaría hefði tekið við orði Guðs, sendu þeir til þeirra þá Pétur og Jóhannes. Þeir fóru norðurþangað og báðu fyrir þeim að þeir mættu öðlast heillegan anda, því enn var hann ekki kominn yfir neitt þeirra. Þeir voru aðeins skýrðir til nafn Drottins Jesú. Nú lögðu þeir hendur yfir þá og fengu þeir heilagan anda. En Símon sá að heilagur andi veittist fyrir handa yfirlækningu postulana, bauð hann þeim fé og sagði: Gefið einnig mér þetta vald að hver sá ég legg hendur yfir fái heilagan anda. En Pétur svaraði: Þrífist aldrei silfur þitt, né sjálfur þú, fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Ei átt þú skerf né hlut í þessu, því að hjarta þitt ekki einlægt gagnvart Guði. Snúð því huga þínum frá þessari illsku þinni og bið Drottinn að þér mætti fyrirgefast hugsun hjarta þíns. Því ég sé að þú ert fullur gallbeisku og í fjötrum ranglætis. Símon sagði: Biðið þér fyrir mér til Drottins að ekkert komi það yfir mig sem þér hafið mælt. Þeir höfðu nú vitnað og talað orð Drottins, sneru þeir aftur áleiðis til Jerúsalem og boðuðu fagnaðarerindið í mörgum þorpum Samverja. En engill Drottins mælti til Filippusar: Stattu upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerúsalem til Gaza, þar óbyggð. Hann hlýddi og fór. Þá bar að mann frá Eþíópíu. Hann var hirðmaður og höfðingi frá Kandake, drottningu Eþíópía, og settur yfir alla fjárhýslu hennar. Hann hafði farið til Jerúsalem til að biðjast fyrir og var á heimleið, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Andinn sagði þá við Filippus: Gakka þessum vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þangað og heyrði manninn vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði: Hvort skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði: Hvernig ætti ég að geta það ef engin leiðbeini mér? Og hann bað Filippus stíga upp í og setjast hjá sér. En orð þessara reikninga sem hann var að lesa voru þessi: Eins og sauður til slátruna leiddur og sem lamb þegir hjá þeim klippiða, svo lauk hann ekki upp munni sínum. Í niðurlægingunni var hann sviptur rétti. Hver getur sagt frá ætt hans, því að líf hans var hrifið burt af jörðinni. Hirðmaðurinn mælti þá við Filippus: Segð þú mér hvert segir spámaðurinn þetta, sjálfan sig eða einhvern annan? Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnaðarerindið Jesú. Þegar þeir fóru áfram veginn komu þeir að vatni nokkru. Þá mælti hirðmaðurinn: Hér vatn, hvað hamlar mér að skýrast?
Hann lét stöðva vagninn og stigu báðir niður í vatnið, Filippus og hirðmaðurinn, og Filippus skýrði hann. En þeir stigu upp úr vatninu, hreif andi drottins Filippus burt. Hirðmaðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leiðar sinnar. En Filippus kom fram í Asót, fór og flutti fagnaðarerindið í hverri borg, uns hann kom til Sesareu.